Já, alla síðustu viku höfum við séð stríðsmangarana verið að réttlæta loftárásir á Sýrland. Svipað var gert við Írak og Líbíu og fleiri lönd. Þessi hernaðarkomplex, þessi hernaðarhagsmunir eru farnir að tröllríða öllu á jarðhvelinu. Og það raun hálf ömurlegt að sjá hvernig lega maskínunar hafa látið í þessu máli. Það sannleikur, eins og einhver sagði, sannleikurinn það fyrsta sem deyr í stríði. Fyrsta fórnarlamb stríðs sannleikurinn. Og maður hefur séð að sérstaklega fyrir bandaríska þinginu að þetta minnir óþægilega mikið á nornaveiðar. Þið vitið að nornaveiðar það var eitthvað bara sem kallaði eitthvað norn og þá var farið í réttarhöld og það var aldrei farið yfir þetta hugtak norn. Hvað það? Og sama að gerast í þessum réttarhöldum, ef við getum kallað svo, að það enginn að spurja hver notaði efnavopnin. Ekki hér á Vesturlöndum. Rússar og Kínverjar segja að það voru uppreisnaraðilarnir innrásaraðilarnir sem notuðu efnavopnin. En hér á Vesturlöndum verið að segja okkur sömu lýgina aftur og aftur og það verið Assad sem að notaði efnavopnin eða menn á hans nærum. Samt allar sannanir sem hafa komið upp á yfirborðið benda til þess að innrásaraðilarnir hafi beitt þessum vopnum. Og það ekki hægt að ráðast inn í land og bera fyrir sig sönnunargögnum sem eru leyndó. Það bara leyndó hvernig við vitum þetta. Það það sem að John Kerry að segja og hans kampanar eru reyna að segja að það bara leyndó hvernig við vitum þetta. Og svo hafa þið verið að reyna að setja fram einhver sönnunargögn og þetta allt einhver leyniþjónusta Ísrael sem að fór inn í einhver símtöl og þetta engar sannanir. Staðreyndin svo að það engin sönnun til eða sem hefur verið framvísað fyrir því að Assad hafi notað þessi efnavopn. Hins vegar hafa komið frá margar sannanir að innrásaraðilarnir hafi gert það. En þetta ástand ætti að vekja fólk til alvarlegrar umhugsunar hvað í gangi í heiminum. Og reyndar það korter virðist vera í kjarnorku heimstyrjöld á jarðkringlunni. Það hafa komið fréttir af því frá Bandaríkjunum að það var verið að flytja kjarnaóta sem áttu ekki að vera til. Það voru hermenn sem hringdu skelfingu losnir í fréttamiðla og hafa verið að segja það að það komu sérsveitamenn til á herstöðuna og sagði við erum að sækja þessa kjarnaóta og fólkið í herstöðin sagði það ekki kjarnaótar hérna, þessu var eitt í saltsamkomulaginu, það ekki kjarnaótar hér og svarið var jú víst, þeir eru hérna og við erum komin til að sækja þá. Og það sem ennþá skelfilegra kannski að það var þingmaður í bandaríska þingin sem sagði að North Carolina yrði sprengd í loft upp ef ekki yrði með kjarnorku vopnum, ef ekki yrði ráðast inn í Sýrland. Og við munum það að þegar að 9/11 var framkvæmdur, það var svipað ástand þá. Það hernaðarkomplexin vildi fara í stríð og það var framkvæmt falsflagg aðgerð 9/11 til þess að réttlæta það stríð. Og það bendir allt til þess að það sé í undirbúningi svipuð árás með kjarnorkuvopnum, ef ekki Bandaríkjunum þá í Evrópu. Og sumir segja að þetta sé kerfisbundið til þess, það virðist allt vera gert til þess að starta kjarnorkustyrjöld. Menn að segja að það við séum í svipuð ástandu í Kúbukrísunni þegar að heimurinn var korter frá kjarnorkustyrjöld líka. Og ég sá grein þar sem að maður sem kunnugur þessum málum var að tala að Bandaríkjamenn væru með jafnvel plön fyrstu árás í kjarnorkustyrjöld. Að þeir plana að starta kjarnorkustríði og þeir telja sig ná að eyða Rússlandi, Kína
og Íran og allir þessu löndum sem að pirra þá. Og aftur það þau öfl sem að vera að standa á bakvið þetta, það er Ísrael, Sádi-Arabía, Jemen og Bandaríkin og Bretland, og þetta eru svona þessar þjóðir sem að vera að standa á bakvið allan þennan gríðarlega ófrið og stríðsrekstur sem í gangi í heiminum. Og eitt sem ég vil vekja athygli á til dæmis með Ísrael, að Ísrael er ekki aðili að alþjóðlegu samkomulagi bann við efnavopnum. Ísrael er bara, nei, við segjum bara pass við þessu, við ætlum ekki að fara með í einhverju eiturefnabanni. Þannig að það er eitt annar ríki sem er ekki með, en Ísrael er ekki með í þessu samkomulagi, allar aðrar þjóðir heims eru með. Og við vitum að Ísrael er ekki undir neinu alþjóðlegu kjarnorkuvopnaða eftirliti. Íran til dæmis bara sagði já, við erum með því, þið með koma og rannsaka okkar kjarnavopna eða kjarnaiðnað. En Ísrael hafa alltaf sagt bara nei, ykkur kemur ekkert við hvað við erum að gera með eiturvopni eða kjarnorkuvopn. Þannig að, og við þurfum líka átt okkur á því að síonistarnir sem að stjórna þessu sjói, að þeir stýra líka allir fjölmiðlunum. Og það sem veldur mér mestum áhyggjum er að þeir verðast gjörsamlega hafa yfirstjórn yfir skandinavísku fjölmiðlunum og skandinavísku ríkissjónvarpsstöðvunum. Það er bara lesið beint upp stríðsáróðurinn frá þessum brjálæðingum. Það er engin kritísk hugsun í gangi þar. Og reynda minnir á, það hafa komið fram hugmyndur að skipta út fréttamönnum fyrir róbóta. Og við myndum sennilega ekki sjá neitt mun á því þótt að væri skipt út fyrir róbóta blessuðu fréttafólkinu. Það virðist ekki hafa neina kritiska hugsun og það bara les upp það sem að sent er frá stríðsáráðusdeildunum hjá þessum glæpamönnum. Annað sem að hlýtur að valda okkur áhyggjum, og það er þetta virðingarleysi Bandaríkja, sérstaklega Obama við sín eigin stjórnarskrá, bandarísku stjórnarskráni, og virðingarleysi fyrir alþjóðalögum. Bretar, forsetráðara Bretlands mætti fram með tillögu að bara sniðganga öll alþjóðalög heimsins. Og sem betur fer, guðsjálf fyrir það, þá hafnaði breska þingið þeim tillögum. En við hljótum að þurfa að fara að slökkva á þessum heilaþvottasjónvarpsstöðvum og reyna þá að finna frekar svona internetfréttastofur eins og Frelsi TV til þess að segja okkur hvað er í gangi. Og ekki að ég vilji taka allan heiðurinn, þetta, ég hef mínar upplýsingar frá internet aðilum, Infowars til dæmis, Drudge Report og fleirum. Það eru aðilar sem verast hitta naglan á höfuðið aftur og aftur, og þá er ég kannski ekki að tala endilega fréttamennina sem vinna á þessum stöðum, reynda þó að þeir eru mjög duglegir að upplýsa, en þessir aðilar hafa tala við góðan hópa fólki sem er með hlutin á hreinu. Og ég verði að játa það, ég upplifi bara máttar vana gagnvart öllu þessu veldi. Hvað ger ég til þess að stöðva þessa sturlun? Ég reyni jú að deila með ykkur það sem ég veit, og það virðist reyndar skipta gríðarlega miklu máli. Þess vegna er oft talað náttúrulega fjölmiðla sem fjórða valdið, að það virðist vera að þessir internetfjölmiðlar hafi stöðvað þessa árásin í Sýrland sem hefði hugsanlega startað kjarnorkustyrjöld. Og við skulum átt okkur því, við erum bara hársbreytt frá kjarnorkustyrjöld eftir sem áður, að því að Obama er að hóta því að ráðast hvað sem hver segir, hvort sem að þingi segir já eða nei, þá allar hann inn, og sturlunin virðist halda áfram. Og við verðum að fara að hugsa hvernig stoppa maður svona brjálæðinga.